Morgun einn þegar Villi kom inn í eldhúsið að borða morgunmatinn sinn biðu mammans og pabbi eftir honum. Hann var snöggur að borða grautinn sinn. Heyrðu Villi minn, sagði Hólmgeir. Ég þarf að biðja þig að fara inn í þorpið og póstleggja þetta bréf fyrir mig. Og heldur þú farir ekki fyrir mig til hans herra Jóhannsens kaupmanns, sagði Marta. Hér hefur peninga fyrir þurrkuðum grasmaðkum og frímerki. Bra, frímerki, sagði Villi. Já, og þú mátt kaupa þér gotteri fyrir krónu og glemdu nú ekki bréfinu. Bra, takk mamma, sagði Villi og flýtti sér af stað. Það var ekki langt inn í þorpið og Villi var því sem von bráðar kominn til herra Jóhannsens kaupmanns. Sagði herra Jóhannsson. Hvað var það fyrir þig? Ég ætla að fá pakka af þurrkuðum grasmöðkum, frímerki og sniglakaramellur fyrir krónu. Sagði herra Jóhannsson aftur, en fékk Villa svo það sem hann hafði beðið og brosti leið. Takk. Þegar Villi hafði póstlagt bréfið lagði hann af stað heim á leið og labbaði fram í húsunum þeirra Óla og lögregluþjóns og Ívars. Hann var glaður í bragði og hugsaði hve ánægð pappans og mamma yrðu að vita hann hefði lokið að erinda fyrir þau. Halló öllsömmul, bra, ég er komin. Minn eini, þetta tók ekki langan tíma, Hólmgeir, sagði Marta. Ó nei, þú góður strákur, Villi minn, sagði Hólmgeir. Þú hefur vonandi komið bréfinu almennlega í póst? Já. Og þú hefur keypt grasmaðkana, sé ég, sagði mammans. Já, gjörðu svo vel, mamma. Þakka þér kærlega, Villi minn, sagði Marta, en svo starði hún í forundran. Hvað á pakkanum? Frímerki? Já, svaraði Villi sakleysislega. Ég límdi það á pakkan svo ég týndi því ekki. Það svo lítið. Hvað? Stundi Hólmgeir. Ætlar að segja mér að þú hafir sett bréfið ófrímerkt í póst? Nú, bra, átti ég ekki að gera það? Spurði Villi. Andar aulinn þinn, frímerkið átt að vera á bréfinu en ekki á grasmöðkunum. Ó, bra, ég vissi það ekki. Það alveg satt, pabbi, sagði Villi. Þetta allt í lagi, Villi minn. Það var enginn búinn að segja þér hvað þú ættir að gera, sagði Marta og brosti og fór að hlæja. Frímerki á grasmaðkapakka. Nú, Hólmgeir varð auðvitað að skrifa annað bréf og Villi fór með það beint í póst eftir að hafa fullvissað sig að frímerkið væri á sínum stað. Hann átti enga krónu núna, en það var allt í lagi því hann átti ennþá nóg af sniglakaramellum. Hann átti meira að segja nokkrar þegar hann fór í háttinn. Góða nótt, bra.